Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín. Menning og verkalýðsmál okkur hugleikin í þessum þætti. Við tökum hús á Guðbjörgu Kristmundsdóttur sem nýr formaður verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis. Við förum einnig í Hljómahöllina og hittum þar bæði óperufólk og tónlistarmann sem að gefa út sína fyrstu plötu. Þá förum við á æfingu fyrir hljómlist án landamæra. Við byrjum í verkalýðsmálum. Guðbjörg Kristmundsdóttur hefur tekið við formennsku í verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis. VFSFK var stofnað árið 1932 og í þessi 87 ár hafa aðeins verið 4 formenn í félaginu. Guðbjörg því 5. formaður félagsins og fyrsta konan til að gegna embættinu. Hún tekur við á miklum óvissu tímum en við spurðum hana fyrst hvernig henni litist á að taka við embætti formannsins. Bara ljómandi vel. Það gott að hafa einhverja að stefna og maður bara fara að stefna því að sinna starfinu vel og eins og hefur verið gert. En hvernig ertu komin í starfi? Hvernig gerðist þetta? Þú segir mér það í stuttu máli. Já, ég var að vinna, ég sest náms- og starfsráðgjafi í grunninn og var búin að vinna sem námsráðgjafi í 10 ár og langaði svolítið svona að færa mig yfir í starfsráðgjafarhlutann og ég sótti starf sem verkefnisstjóri hjá starfvinnumiðlunaráðgjöf og var að vinna við það hjá stéttarfélögunum eða verkalýðsfélögunum á Suðurnesjum að aðstoða þeir sem voru án vinnu og voru á atvinnuleysisbótum að finna vinnu. Og þá komst ég í tengsl við bæði verkalýðsfélögin og verkalýðsfélagi í Keflavík og út frá því kviknaði mikill áhugi á bara þessari verkalýðsbaráttu og ég byrjaði á því að færa mig yfir í félagið. Ég var í kennarasambandinu, byrjaði á því að færa mig yfir í verkalýðsfélagið og tilkynnti Kristjáni þar með að ég ætlaði að taka við á honum? Já, reyndar ekki alveg strax en ég sagði við hann að ég ætlaði að taka þátt í starfinu og vildi gera það bara að fullu og bauð mig fram þá sem ritari í stjórninni. Og síðan árið seinna bauð ég mig fram og sem varaformaður og þá sagði ég við Kristján þetta væri bara fyrsta skrefið, næsta skref væri að vera formaður og hef eiginlega verið að vinna að því svolítið síðan. En hvernig í svona mjög gömlu félagi stofnaði í kringum sjómenn í eldgamla daga eins og maður segir, hvernig samsetningin í félaginu í dag? Það náttúrulega mjög mikið af félagsmönnum sem eru tengdir ferðamannaiðnaðinum og slíku. Flugstöðinni? Flugstöðin og hótelin og bílaleigurnar. Það ekki mikið af sjómönnum eftir og fáar fiskvinnslur. Þannig að félagið hefur breyst mikið og á stuttum tíma. Mikið. Og þá starfið, hvernig það hlýtur líka að hafa breyst mjög mikið einhvern veginn svona grundvöllurinn í starfi í þínu starfi og sem formanns? Já, algjörlega og það starfið núna held ég til dæmis að einkennist rosalega mikið af kynningarstarfi meðan að kannski fyrir 20 árum síðan að þá vissi fólk kannski frekar, þetta var meira kannski fullorðið fólk, það vissi bara að þetta mitt verkalýðsfélag og þar sæki ég þjónustu og svona, en nú að koma mikill hlut, nú að koma mikið af fólki erlendu bergibrotið í félagið sem að veit ekkert sín réttindi og ekkert sína skyldur kannski, veit ekkert hvaða stéttarfélagið það tilheyrir, þannig að þetta svolítið mikið kynningastarf, upplýsa fólk og svona. Og þjónusta? Já, og við erum að reyna að þjónusta rosalega breytt svið og fólk sem að koma og kannski aðalega þá útlendingarnir, þeir vita ekkert alltaf hvert að leita, þannig að við erum stundum eins og upplýsingaskrifstofa. Það komið og spurt hvar á ég að sækja
hérna fæðingarorlof og hvar fæ upplýsingar skattinn og fólk svona, já, nýtir okkur svolítið sem upplýsingaþjónustu líka. Hvernig leggst það svona í því? Þetta náttúrulega svolítið sérstakt. Samsetningin náttúrulega hérna á Suðurnesjum. Það svo mikill stór hluti af fólki á orðinu útlendingar, innflytjendur, eða tæpu fjórðungur hérna í Reykjanesbæ. Þannig að þetta hlýtur að hafa mikil áhrif hjá ykkur og náttúrulega það mikið af þessu verkafólk, þannig að þeir komnir kannski í meirihluta í félagi hjá ykkur eða? Já. Það fleiri útlendingar heldur en Íslendingar? Já, ég held að það sé 53%. En nú ert þú að taka við sem formaður og formaður í Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og Akureyrar hefur verið starfandi sem svona starfandi stjórnarformaður í rauninni sem maður segir, formaður. Já. Hvernig þá starfið þitt ef þú ert ekki framkvæmdastjóri, eins og maður segir? Sko, að þetta svona lítið félag, eða, já, kannski ekki lítið, en við það bara 6 starfsmenn og þá það í rauninni bara þannig það gera allir allt. Ég þarf að taka á móti umsóknum og ég þarf að reikna út laun og hérna vinna í félagsmálunum og svona. Auðvitað mesti þungin á formanninu með kannski svona utanumhaldið og hérna eins og núna náttúrulega kjarasamningarnir og utanumhaldum trúnaðarmennina og allt slíkt. En í rauninni þarftu samt að geta gert allt. Ég þarf að geta leigt út sumarbústaði og svona því að það koma bara upp eins og núna bara í gær þá vorum við bara 2 á skrifstofunni og þá verður við bara að geta gert allt. En ertu að fara út eða ertu að fá til þín hópa af þínum félagsmönnum í heimsókn og ekki síst núna þegar þú ert að taka við, þú veist, hefur verið að því eitthvað? Við höfum verið að fá hópa til okkar frá vinnustöðum og bara verið með svona nokkurs konar kynningafundi, upplýsingafundi hérna á skrifstofunni og í framtíðinu og bara núna komum við til með að fara meira út af vinnustæði. Þetta svona kannski hefur ekki verið sinnt nógu vel. Við höfum ekki verið nógu duglega við það og nú þurfum við bara að taka okkur á í því. En við höfum samt, sko, ég hef farið núna undanfarin 3 ár í grunnskólana á okkar félagssvæði og upp í Fjölbraut. Bara svona upplýsa unga fólkið þeirra réttindi og skyldur, þannig að við höfum gert það alltaf skipulega. En við þurfum að gera meira af þessu, að fara og hitta félagsmennina, algjörlega. Nú, ég get ekki sleppt að spyrja út í kjaraviðræðurnar núna í lok mars, þegar það eru nokkru dagar í 1. apríl. Hvernig staðan? Það er spurning. Já, hún ekki nógu góð. Ég vildi svo gjarnan að við værum komin lengra og það væri bara samningar handa við horni. Þetta orðið allt of langur tími. Og við byrjum í rauninni viðræðurnar eða undirbúningin í lok október og þetta er gríðarlega langur tíma og þetta ætti að vera komið lengra. Sko. Eitthvað sem komið þér á óvart í þessum viðræðum? Sko, ég reynda tók þátt líka í samningunum 2015, þá var ég í sveitafélagasamningunum og það sem kannski kemur mér mest á óvart það hvað hægt að halda marga fundi á þess að skilin einu. Stundum verður pínulítið svona ergilegur yfir því að vera kannski búin að sitja í 8 tíma og svo labba maður út og manni finnst maður nákvæmlega sama stað þegar maður labbaði inn. Ég var svolítið erfitt með það að sjá og mista pirrandi. Ertu samt þokkalega bjartsýn að þetta fara að ganga? Maður verður að vera það. Þetta verkefni sem við erum öll að vinna. Við komumst ekki upp með að vinna það ekki eða klára það ekki. Þannig að það hlýtur að vera bara vilji allra sem að þessu koma að ljúka þessu á sem bestan hátt og valda sem minnstum skaða því að þetta náttúrulega skaðar þetta ástand, þetta ekki gott. Þú ert nú orðin vel, ég hef búin að kynna þér málefnin svona vel sem tengjast þínu okkar svæði, Suðurnes svona undanfarna verandi sem búandi í Vogum og bæjarfulltrúi og núna í þessu starfi. Þetta bjartsýn á svona svæðið framundan næstu árin, framtíðina? Já, algjörlega og við eigum líka bara að vera það. Við eigum að tala okkur upp og vera bjartsýn og hafa trú á svæðinu. Við megum ekki sjálfur að rífa þetta niður í bara algjörlega sko. Og það fjölgun alls staðar hérna. Fólk að sækja út úr borginni og hingað
og bara, ég held að það sé bara bjart framundan hjá okkur. Einstakir tónleikar fara fram í Hljómahöll í Reykjanesbæ næsta þriðjudag þegar blásið verður til hljómlistar án landamæra í 4. sinn. Þar leiða saman hesta sína, fatlaðir og ófatlaðir tónlistamenn. Við kíktum á æfingu hjá Vox Felix og Gimsteinum. Þið að halda utan verkefni List án landamæra sem mikið listaverkefni og þetta nú ekki í fyrsta skipti. Nei, þetta einmitt í 4. skipti sem við höldum List án landamæra með þessum hætti sem við erum að gera í ár undir yfirheitinu Hljómlist án landamæra, stór tónleikar í Hljómahöll og við hefum fengið til liðs við okkur stóra og flotta listamenn og bæði frá Selfossi, Akranesi og svo hérna á Suðurnesjunum. Hvernig verkefni þetta? Þetta sem sagt verkefni þar sem að fatlaðir einstaklingar, tónlistamenn í þessu tilfelli og ófatlaðir vinna saman. Og þetta bæði svo gefandi fyrir báða aðila, þá sem koma báðum megin að verkefninu. Við erum hérna með 2 frábæra kóra, Vox Felix kórinn okkar sem hefur nú aldeilis sýnt sig á sannað, svo flottu kór. Og svo erum við með Gimsteinana sem kór fatlara hér á Suðurnesjum sem líka alveg geggjaður og þau hafa verið með okkur áður líka. Nú svo erum við með mjög þekkta tónlistamenn í ár. Við erum með Pál Óskar Hjálmtýsson, við erum með Sölku Sól og með þeim syngja einmitt einstaklingar frá úr kórnum okkar hérna, eða þar að segja hérna Gimsteina kórnum. Þið hafið undanfarin ár verið að fá til ykkar bara landsþekkt tónlistafólk til þess að taka þátt í þessu verkefni. Já, algjörlega. Við hefum verið með bara þessa þekktustu tónlistamenn. Pál Óskar, Sölku Sól, Valdimar. Jón Jónsson. Já, bara alveg, já, ótrúlega mikið. Og það sem eiginlega svolítið skemmtilegt í ár að við erum með sem sagt 2 tónlistamenn úr röðum fatlaðra sem að gefa út sína fyrstu plötur. Já. Það svolítið skemmtilegt. Keflvíkingur, annar. Við báðu Keflvíkingar. Já, Már. Már Gunnarsson og svo Júlíus Arnar, eða Júli A eins og hann vill láta kalla sig, sem rappari. Mjög skemmtilegt. Svo þetta líka bara svo gaman að þegar við höfum haft sambandi við þessa tónlistamenn, þá allir svo til í þetta verkefni. Það finnst öllum þetta svo skemmtilegt og gefandi, annars væri við líka ekki að standa í þessu, sko. Þetta bara alveg ótrúlega skemmtilegt verkefni og það alltaf tróðfullt í stapanum á þessum tónleikum. Komast bara jafnvel færri að þeim vilja og frítt inn. Já, og við erum með Gunna og Felix til þess að ramma þetta inn með okkur, þeir eru kynnar og þetta bara eintóm gleði og skemmtun. En hvernig undirbúningurinn? Þetta ekki svolítið langt undirbúningsferli? Það þarf að æfa á annað slíkt? Það þarf að æfa og það þarf líka að finna listamenn og það þarf að passa upp á að það séu allir lausir. Við höfum reyndar alltaf haldið þetta sumardaginn 1. Erum að prófa nýtt núna, þannig að vonast til þess að mæti jafn margir. En það var auðveldara kannski að finna tónlistamenn núna sem voru tilbúnir að koma á þessum degi, ekki sumardaginn 1. Og því ofta sem við gerum þetta, því auðveldara verður þetta. Þetta lítur alltaf út fyrir að vera alveg svakalega mikil vinna og að vissu leyti ákveðin vinna, en þegar við höfum svona flott fólk með okkur og fólk sem tilbúið að vera með okkur aftur og aftur, eins og Arnór Vilbergsson með sinn kór og Gimsteinarnir og þeirra stjórnendur, þá einhvern veginn verður þetta auðveldara og auðveldara. Þetta hlýtur að vera mjög gefandi fyrir alla sem að þessu koma. Það þar klárlega og þetta bara, það allir á heilum hug í jákvæðni, það engin fíla og ekkert vesen og þetta gengur bara eins og smurðvél, þetta ótrúlega skemmtilegt. Og hvenær ætlið þið svo að hafa tónleikana? Þriðjudaginn næsta, 2. apríl, klukkan 8 í Hljómahöll. Frítt inn, allir velkomni meðan húsum leyfir. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni.
Óperufélagi Norðuróp í samvinnu við tónlistarskóla Reykjanesbæjar setur upp söngleikinn Fiðlarinn á þakinu næsta haust. Uppsetning verksins tekur 1 ár en sviðsæfingar hófust fyrir síðustu áramót. Við kíktum á æfingu á söngleiknum og ræddum við listrænan stjórnanda verkefnið sem umfangsmikið en skemmtilegt. Óperufélagi Norðuróp í samvinnu við tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Hvers vegna þetta samstarf? Þetta búið að standa lengi til. Við erum búin að tala þetta síðan 2008. Láta okkur dreyma og hvaða flöt við getum fundið á samstarfi því að þetta svona stór stykki eins og við erum að fara í núna, það ekki einfalt að gera það eitt síns liðs og í samstarfi við tónlistarskólan þá bara miklu meira hægt. Þannig að við ákvaðum, við erum búin að taka eitt stykki, við tókum brúðkaup Fígarós fyrir nokkrum árum. Það gekk mjög vel en núna stór afmæli hjá báðum, tónlistarskólanum og Norðuróp, 20 ára afmæli, þannig að þá nú rétt að gera eitthvað bitastætt og við ákvaðum að taka þá eitt skemmtilegasta söngleik allra tíma Fiðlarinn á þakinu. Og hvað réð valinu á Fiðlaranum á þakinu? Sko, við hendum þessu fram og tilbaka og það voru hugmyndir Jósef líka sem var búið að gera í skólanum eða jafnvel óperettu eða eitthvað annað en þetta stykki, það svo mikið af hlutverkum, það stór hljónsveit og það kór og það geta svo margir verið með og þetta bara svo skemmtileg saga, hún snerti mann og hún hjartnæm og það ljótleiki í henni en svo mikil fegurð í persónunum og já, hún snerti mann bara. Og svo heilmikil húmor líka, við hlæjum mikið á æfingum. Hvað getur þú sagt mér uppfærsluna? Hverjir að taka þátt í þessu? Þetta stæðsti hlutin nemendur. Við reyndar fáum lánaða nemendur frá Grindavík, Sandgerði og Garðinum. En bróðurparturinn núverandi og fyrrverandi nemendur skólans og kennara skólans, bæði í hljómsveit og í hlutverkum og við fáum líka lánaða nokkra söngvara sem ekki í skólanum en hérðan. Það allir með einhver tengsl samt í skólan eða til Keflavíkur eða svæðisins sko. Og þetta allt frá því að vera byrjendur í söng og fólk sem atvinnufólk, þannig að þetta mjög blandað. Þetta ekki verkefni sem þið vinnið á einni helgi, þetta búið að taka gríðarlegan tíma og það mjög langt í frumsýningu. Já, sérðu þú á mér það? Nei, þetta búið að vera í undirbúningi, við byrjuðum að tala þetta sko einhvern tímann í fyrra vorið og hausti þá tekin ákvörðun og þá bara farið í að finna nótur og textana, fá þýðingu, því að við flytjum þetta náttúrulega á íslensku og við byrjuðum að æfa strax í haust af því að í venjulegu leikhúsi myndum við æfa tónlistina og kunna hana og æfa svo 6 vikur, 6 klukkutíma á dag pluss laugardaga til þess að ná þessu saman en við getum það ekki, við erum með fólk í alls konar vinnu. Þannig að við getum mest eftir 3 í viku, þannig að við byrjuðum sviðsæfingar í nóvember. Og við erum langt komin, við erum 2 senur eftir fyrir hlé og við erum búin með 4 eftir hlé, þannig að þetta lítur bara vel út, gengur bara mjög vel. Frábært fólk í þessu og miklir hæfileikar. Hvernig gekk að fá fólk til að taka þátt í þessu? Kannski líka með hliðsjón af því að þetta náttúrulega að taka mjög langa tíma, þetta svolítið langhlaup. Já, ég hafði mestar áhyggjur af þessu sko og það búið að detta kvarnast úr hópnum en það alltaf komið einhver í staðinn eða einhver úr hópnum tekið það yfir. Og ég með 3-falt kast í mörgum hlutverkunum bara út af þessu. Það gerist alltaf og ef einhver myndi hætta segjum í haust þá bara of seint að ná í einhvern nýjan. Þannig að og þetta mikið þolinmæði fyrir þau líka að þau koma á æfingu og sitja jafnvel og horfa á heila æfingu að því einhver annar á sviðinu en þau virðast öll
öll vera þolinmóð og hafa gaman að þessu. Við styðjum öll hvort annað og þetta er gert á jákvæðni og þannig að þetta verður flott, þetta verður ógeðslega gaman. Svona kannski að lokum, hvernig gengur svo að fjármagna svona ævintýri? Þetta hlýtur að kosta eitthvað og meina bara út á umfanginu. Já, ég núna lítið í myndavélina. Please. Það gengur rosalega vel. Við erum búin að fá góðan styrk frá uppbyggingarsjóði. Við erum búin að fá góðan styrk frá Reykjanesbæ. Við munum fara eitthvað í fyrirtæki til þess og svo bara stólum við á bæjarbúa og landsmenn að koma á sýningun og að miðasalinn sjá afganginn. Þú ætlar kannski að hafa þetta fleiri en eina sýningu? Okkur langar að hafa það 4, en við höfum bara eina helgi til að sýna í stabanum, en við gætum eiginlega haft 5 frumsýningu föstudagskvöld og svo 2 á dag, laugardag, sunnudag. Við getum það því að við erum með minnst 2-falt kast í öllum hlutverkum, þannig að við sjáum til hvernig miðasalan fer á stað. Már Gunnarsson heldur veglega útgáfu tónleika í Stapa í Reykjanesbæ 12. apríl næstkomandi, en hann er að gefa út sína fyrstu hljómplötu. Með honum á sviðinu verður 7 manna hljómsveit, aðalega skipuð af færustu hljóðfæraleikurum Póllands, sem gera sér ferð til Íslands fyrir þetta tilefni. Sólborg Guðbrandsdóttir hitti Má í hljómahöllinni og ræddi við hann tónleikana og tónlistina. Ég er með útgáfutónleika 12. apríl í Stapanum og þetta verður mjög fjölbreytt sjó. Við verðum með pop, rock, rap, latino, country, instrumental music og þetta verður mjög fjölbreytt. Eins og nafnið gefur að kynna þá þetta útgáfutónleikar á minni fyrstu plötu sem ég tók upp í fyrra í Varsjá í Póllandi ásamt fagfólki þar. Á tónleikunum verður hljómsveit skipuð af pólskum snillingum sem að gera sér ferð sérstaklega fyrir þetta tilefni og þeir spiluðu með mér inn á plötuna sem ég tók upp í Varsjá í fyrra. Síðan verða þarna fjölmargir gestasöngurar, Ísold Vilberg systir mín, Ívar Danielsson, Villi Naglbítur, Sigga Ey, Gísli Helgason sem á eina fallegustu perlu í okkar tónlistarsögu, Kvöldsiglingu. Og síðan svona toppurinn á ísjakanum er mögulega að frægasta popsönguna Póllands, Natalia Przybysz, óskaði eftir því að fá að koma á tónleikana einn daginn. Hvernig kemstu í kynni við þetta fólk? Málið er að í fyrra fór ég til Kraká til þess að spila á stærstu góðgeratónleikum þar í landi, eða bara í Póllandi. Og þá er ég að tala live í sjónvarpi, 32 milljónir og 16.000 manns bara í stadium. Og í gegnum þetta allt saman þá hafa opnast fyrir mér alveg rosalega margar dyr sem ég er alveg óbúðslega þakklátur fyrir. Hvað ertu vanalega að semja? Ég bara veit það ekki. Ég semja einhvern veginn svona bara fyrir eftir hvaða stuð ég er. Ég bara, já, basically eftir því bara í hvaða stuð ég er. Hvað heldur þú að ég orðið mikið af lögum eftir þig? Ég veit það ekki. Ég á örugglega hátt í 70 en spurning hversu mikið af þeim ég spila ennþá. Ég meina, maður spilar ekki alltaf, maður einhvern veginn gleymir sömu lögum og þau bara niður í skúffu eða eitthvað. Hvað ertu gamall þegar þú byrjaðir að þessu? Ég hef alveg samið síðan ég var 9 ára en yngsta lagið á plötunni gerði ég í 9. bekk þegar ég tók þátt í hljómlistan Landamæra og gerði með Vilja Naglbít lag sem heitir Ókunn lönd. Það er hægt að finna það á netinu núna í þeirri útgáfu sem það er á plötunni. Ég man hvernig það var þegar sólin hún satt bak við fjöllin og sagði mér frá. Hún sagði mér frá stað og ég spurði hana hvað þyrfti að gerast, svo fyndi ég hann. Mér langaði að spyrja aðeins líka bara fyrir utan þetta, varstu búin að gera rosalega góða hluti í sundinu? Sundið er bara búið að ganga mjög vel og 2019 er mikilvægasta árið mitt til þess að komast á Ólympíumót fatlaðra eða Ólympíuleika fatlaðra árið 2020 í Tókíó og núna eru bara mjög spennandi tímar framundan og í lok apríl verður svona sjáum við dálítið betur hvernig landið liggur og hverjir mínir möguleikar eru til þess að komast á leikana. Smá forvitnileg pæling, Már. Þegar þú ert í sundi, eru þá einhverjar tónlistarpælingar að kvikna hjá þér? Vinnur þetta svolítið saman kannski?
það gerist mjög oft þegar ég að synda og bara í mínum eigin heimi þarna undir vatnsyfirborðinu að ég fyrir eitthvað að pæla mögulega einhver lög eða eins og núna það sem svo rosalega mikið að gera hjá mér þá ég að undirbúa oft bara sýninguna í kollinum bara meðan ég að gera 20-50 metra eða alls konar af öllu þessu stóti sem við erum að gera þegar maður þarf kannski ekki að pæla alltaf mikið í sundtækni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég ofta með hausinn alveg á útdopnu í lauginni. Svo bara beint heima á píanóið eða? Já, mjög oft það þannig að ég kem heim og fer beint að spila eða hljómsveitarhreyfingu eða eitthvað sko. Tónlist, þetta ákveðið afl. Þú getur myndað svo rosalega mikið af tilfinningum eða stemmingu eða haft áhrif bara með tónlist. Þú getur spilað lag sem er tilfinningaríkt, þú getur samið lag sem er pólitískt, þú getur samið lag sem hefur áhrif á rosalega marga þætti og þess vegna getur tónlist nýst á mjög mörgum sviðum en fyrir mig er náttúrulega bara tónlist eitthvað sem mér finnst gaman að gera og ég geri í alls konar myndum, hvort sem það sé að spila eitthvað hratt og kraftmikið eða eitthvað rólega balliðu. Hvernig áhrif viltu að tónlistin þín hafi á annað fólk? Bara að fólk njóti. Þá þessi þáttur á enda. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla okkar á Víkur fréttum, vikulegt fréttablað, sem dreiftir inn á öll heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum, 9.000 eintök. Vefurinn vaff.is með öll nýjustu tíðindi frá Suðurnesjum alla daga og kylfingur.is flytur golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti má sjá á vaff.is og á hringbraut.is. Þangað til næst, verið sæl.